Komiði sæl. Velkomin á vefnámskeið Erasmus+ náms- og þjálfunarverkefni á sviði starfsmenntunar. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og ég er verkefnisstjóri starfsmenntarhluta Erasmus+ hjá Rannís. Markmiðið með þessu myndbandi er að kynna verkefnaflokki nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar fyrir þá sem ætla að skrifa umsókn og senda inn fyrir umsóknarfrest árið 2016. Umsóknarfresturinn er 2. febrúar og hann er klukkan 11 fyrir hádegi að íslenskum tíma. Við hvetjum ykkur eindregið til þess að vera ekki á síðustu stundu. Það er rafræna umsóknin sem gildir og það er alltaf möguleiki að það komi upp tæknileg vandamál eða þá á síðustu stundu sjáuð eitthvað sem þið hefðu viljað laga í umsókninni. Það gæti því verið ágætt að skrifa í dagbókina að klára umsóknina deginum áður. Það er heilmikið af leiðbeiningum og stuðningsefni á heimasíðunni erasmusplus.is. Hér hef ég sett upp mynd af heimasíðunni af kaflanum sem heitir Hvernig er sótt í Erasmus+, en hérna eru tæknilega leiðbeiningar fyrir stofnanir og lögaðila og heilmikið af ítarefni sem gott er að geta flett upp í. Ég ætla aðeins að staldra við kaflan sem er pikknúmer, hann sjáu þið hérna neðst á síðunni. En það er stofnananúmer sem allir þeir aðilar sem að skólar, stofnanir, fyrirtæki og þeir sem ætla að skrifa umsókn eða taka þátt í verkefni þurfa að hafa. Flestir skólar og stofnanir eru væntanlega komnir með pikknúmer og þá þurfum við auðvitað ekkert að hugsa það og eru vitið hvað númerið er. En fyrir þá sem ekki hafa pikknúmer þá eru leiðbeiningar hér að þetta er ekki flókið ferli. Það þarf bara að vera vissum að vera komið með þessi númer þegar þið farið að skrifa umsóknar. Hér er annað dæmi af heimasíðunni sem er þannig byggð upp að þið getið fundið ítarefni fyrir hvert skólastig og fyrir hvert verkefnaflokk. Og hér sjáum við umfjöllunina sem eru nám og þjálfan innan starfsmenntunar. Þið flettið því hérna upp. Þar er fjallað þennan verkefnaflokk og hér finnið þið líka umsóknareyðublaðið og frekari leiðbeiningar. Í starfsmenntun þá hafa 2 markhópar tækifæri. Það eru nemendur og starfsfólk, starfsmenntastofnana, skóla og fyrirtækja. Fyrir markhópin nemendur þá að ræða námsferðir, nemenda starfsmenntaskóla og nema á samningi. Þetta geta einnig nýtt sér nýútskrifaði nemendur í 1 ár eftir útskrift. Er að ræða starfsnám við starfsmenntaskóla eða fyrirtæki og dvalartíminn er að lágmarki 2 vikur og hámarki 1 ár. Þjálfunarferðir starfsfólks er hinn flokkurinn. Þetta er starfsfólk starfsmenntastofnana. Starfsfólkið getur farið utan og verið að kenna í öðrum skólum, fyrirtækjum eða starfsmenntastofnunum í öðru landi. Við köllum þetta gestakennslu. Núna geta skólar líka sótt styrk fyrir sérfræðinga frá fyrirtækjum frá öðru landi til þess að koma hingað og kenna í ákveðin tíma. Fyrir starfsfólk er einnig möguleiki á starfsþjálfun og starfskynningu, starfsfólksskóla og starfsmenntaskóla í Evrópu. Við köllum á ensku þetta nota work placement eða job shadowing. Fyrir starfsfólkið að þá er lágmarksdvalartíminn bara 2 dagar að undanteknum auðvitað ferðadögunum og þeir geta dvalið í alltaf 2 mánuði. Það er lögð afskaplega rík áhersla á gæði ferðana, ekki síst námsferðir nemenda. Og hvað er það sem við eigum við þegar talað gæði? Jú, það er talað góðan undirbúning þáttakanda. Hann þarf að vera faglegur, tungumálaundirbúningur og menningarundirbúningur. Við erum að tala góða framkvæmd og samvinnu samstarfsaðilana, sendanda og móttakanda. En þeir þurfa að undirbúa dvölina með því að gera svokallað samkomulag þjálfun eða training agreement, mobility agreement. En þar sem skýrt er hvað nemandinn á að læra og hvað hann á að gera á meðan á dvölinni stendur. Og líka einnig hvað hann skuli kunna að dvöllokinni og fyrirkomulag matsins. Í þessu sambandi vil ég nefna aðeins það sem heitir ECVET, gæðaviðmið, en ECVET er einingakerfi í starfsmenntun. Og þeir sem að nýta ECVET-kerfið og þau tæki sem að í boði eru undir ECVET
að þeir í raun og veru eru að sýna fram á aukin gæði í verkefnunum sínum. Nánari upplýsingar þetta kerfi ECVET að finna á heimasíðunni hjá okkur. Með gæðum einnig verið að tala stuðning og eftirfylgni meðan á dvöl stendur, mat og viðurkenningu sem hluta námi þátttakandana. Og í verkefnu nema þá alveg nauðsynlegt að ferðin og dvölin sé hluti af námi nemyndana. Þið finnið heilmikið ítarefni þessi gæðaviðmið náms- og þjálfunarferða í Erasmus Plus handbókinni, en hún stór og mikil handbók en allar reglurnar eru verkefnaflokkin að finna í handbókinni. Hvað snýr að gæðum þá getið þið skoða blaðsíðu 261 til 265 og ég hvet ykkur eindregið til þess að gera það. Það eru notuð aðeins önnur viðmið þegar metin eru gæði þjálfunarferða starfsfólks, en markmið ferðar dvalar þau skulu falla að stefnumörkun og áherslum stofnunarinnar sem sendir og styðja við stefnumótun skólans evrópskt samstarf, svokallað European Development Plan, en það munið sjá að beðið upplýsingar í umsókninni. Niðurstöður og lærdómur skal vera vel kynntar og nýttar innan stofnunarinnar og þjálfunin skal vera eðlilegur hluti af þróun starfsmannanna. Hún skal einnig vera á einhvern hátt viðurkennd eða staðfest með formlegum hætti. Það eru einungis lögaðilar sem geta sótt styrki. Það eru starfsmenntastofnanir, það eru skólar og fyrirtæki sem sinna skipulagningu starfsmenntunar. Einstaklingar geta ekki sótt beint til landsskrifstofu styrki í Erasmus Plus. Þeir geta hins vegar eins og nemendur geta sótt styrkina til sinna skóla sem áður hafa fengið samþykktar umsóknir eins og við erum að fjalla hér. Hver aðili, hann getur aðeins sent inn eina umsókn á sviði náms- og þjálfunar í starfsmenntun á hverjum umsóknarfresti. Ferðir fyrir nemendur og starfsfólk skulu vera saman í sömu umsókn. Síðan eitthvað sem nýlega til komið en snýr að því að stofnanir eða skólar geta samansótt náms- og þjálfunarstyrki fyrir marga smærri til dæmis starfsmenntaskóla, stofnanir og fyrirtæki í sama landi í svokölluðu samstarfsneti eða konsortium. Umsækjandi þarf í þessu tilviki ekki að vera starfsmenntastofnun en stofnanir sem senda þáttakendur erlendis þurfa að sinna starfsmenntun. Hver starfsmenntastofnun, skóli eða fyrirtæki á sviði starfsmenntunar getur á sama tíma tekið þátt í meiru en einu samstarfsneti. Gildistími verkefnanna 1 til 2 ár og það lágmarksfjöldi þáttakanda 2 aðilar frá 2 löndum. Og í umsókninni þá þarf að kynna samstarfsaðila að minnsta kosti 1 í umsókninni í starfsmenntun. Samstarfsyfirlýsing sem margir þekkja og var krafa hér áður fyrr aðeins nauðsynleg með verkefnum samstarfsneta eða konsortium. En þá þurfa samstarfsaðilarnir að gera með sér samning sem þarf að fylgja umsókninni. Ef að styrkbeiðnin hærri en 60.000 evrur skulu þeir sem ekki eru opinberir aðilar skila skjölum eða fjárhagsuppgjöri sem sýnir fram á fjárhagslegt bolmagn stofnunarinnar til þess að framkvæma verkefnin. Þá skulum við snúa okkur að styrkjunum. Hvað styrt? Í þessum verkefnaflokki þá eru styrkirnir svokallaðir einingastyrkir eða unit costs. Þetta eru stærstum hluta 4 flokkar. Það eru styrkir til ferðalagana. En þeir eru veittir í flokkum eftir fjarlægð til áfangastaðar. Til þess að finna út hversu hár styrkurinn þá notaðu svokallaður distance calculator sem að þið finnið á heimasíðu áætlunarinnar. Til að gefa ykkur dæmi að þá má segja sem svo ef menn ferðast á bilinu 500 til 2000 km þá styrkurinn 275 evrur. En ef þeir ferðast á bilinu 2000 til 2999 km þá styrkurinn 360 evrur og síðan hækkar hann eftir því þess lengra sem fólk að ferðast. Það núna í fyrsta sinn nýjung sem við Íslendingar getum nýtt okkur sem snýrað viðbóta styrkur mögulegur vegna afskekktra svæða eða svokallara outermost regions fjallum það aðeins betur hér á eftir. Næsti flokkur sem snúum okkur að einstaklingsstyrkur, en það styrkur til uppihalds sem hver og einn fær meðan á dvöl stendur.
Þessi styrkupphæð tekur mið af uppihaldskostnaði í dvalarlandi og lengd dvalar. Sem sagt menn fá misháan styrk eftir því til hvaða lands verið að fara og það nauðsynlegt fyrir ykkur að skoða töflu yfir þessa upphæðir sem í Erasmus Plus handbókinni. Það þannig að það svolítið mishár styrkurinn, ekki bara eftir löndum, heldur líka hann eftir því hversu lengi menn dvelja. Menn fá oft hæsta styrkin í byrjun dvalar og síðan fer hans lækkar hann svo lítið en menn eru að dvelja lengur. Síðan það þannig að sú stofnun sem að sækjum að hún fær umsýslustyrk. En það veitt föst styrkupphæð 350 € á hvern þáttakanda til að standa straum af undirbúningi, þáttöku og eftirfylgni. Síðan viljum við leggja ríka áherslu á stuðning vegna sérþarfa einstaklinga með fötlun. En hér það hægt að sækjum viðbótarstyrk sem að miðar við raun kostnaði þetta sinn. Það útlagður kostnaður vegna sérþarfa þáttakanda, hann greiddur að fullu, en það nauðsynlegt að sækja þennan styrk. En þá erum við komin að þessari nýjung sem ég nefndi hérna áðan varðar ferðakostnað. En árið 2016 var gerð sú breyting á reglum að stofnanir í löndum sem eru skilgreind sem Outermost Regions, það eru Ísland, Kýpur, Malta og Grikkland og nokkur fyrrum nýlendur nokkurra Evrópulanda, geta sótt að allt 80% af raunkostnaði vegna ferðalaga sé greiddur. Þessi breyting nær til íslenskra stofnana sem taka þátt í Erasmus Plus, en ekki til allra, heldur eingöngu stofnana utan höfuðborgarsvæðisins, svo sem á landsvæði þar sem samgöngur til alþjóðaflugvellar eru kostnaðarsamar eða vegalengdir langar. Íslenskir þáttakendur sem eru í samstarfi stofnanir þáttöku löndum sem eru í afskriftum byggðum og samgöngur eru kostnaðarsamar svo sem í Norður Finnlandi eða Norður Noregi geta einnig sótt alltaf 80% af raunkostnaði sé styrktur. Ef stofnun veit hverjir samstarfsaðilar eru á þeim tíma sem sótt styrk, þarf hún að áætla hver viðbót mögulegur raunkostnaður við ferðalögin kann að vera og sækja þennan viðbótarkostnað vegna ferðalaga í flokkinum Exceptional Cost. Fáist styrkur vegna viðbótar ferðakostnaðar þarf að gera grein fyrir honum við uppgjör verkefnisins og skila inn reikningum af útlögðum kostnaði. Það þannig að allar umsóknir sem berast þær eru metnar af að minnstu kosti 2 sérfræðingum. Og það gott fyrir þá sem að skrifa umsókn að gera sér svolítið grein fyrir því hvernig matið fer fram og hvað skiptir máli þegar menn eru að útskýra verkefni sínu umsókn. Þetta sjáuð í handbókinni á blaðsíðu 62-63 nákvæmlega þau atriði sem skipta máli við mat umsókna. Við matið þá er að ræða 3 flokka sem að gefa mismarga punkta. Fyrst að nefna tenging verkefnis við stefnumið og áherslur ESB. Það það sem kallað relevans, getur gefið að hámarki 30 punkta. Síðan það gæði verkefnisins skipulag og framkvæmd eða Quality of the Project Design and Implementation sem gefur 40 punkta að hámarki og áhrif og dreifing niðurstaðana eða Impact og Dissemination sem getur gefið að hámarki 30 punkta. Til þess að geta yfir höfuð hlotið styrk þá verður maður að fá að minnsta kosti helming af þeim hámarksfjölda punkta í hverjum flokki og engin verkefni sem að fá undir 60 punkta samtals geta hlotið styrk. Þá hér lokið þessum helstu punktum sem snúa að umsóknum fyrir nám og þjálfun í starfsmenntun. Við viljum hvetja ykkur til þess að skoða einnig myndbandið þar sem farið yfir umsóknar eyðublaðið og hvernig skrifa beri umsókn. Annars þá óskum við ykkur góðs gengis og vonum að gangi vel með að skrifa umsóknina.